Fyrsti deildarsigur sumarsins kominn í hús, þú ert væntanlega bara sáttur með dagsverk þinna manna? Já, bara sattur svona með sigur, ánægður með frammistöðu líka, svona meiri hluti á leiknum. Sjálfsög alltaf svona smá parta sem við getum bara gera betur og bæta okkur, en mér finnst svona mikið skref fram á miðað við síðasta leik. Hvað er það svona helst sem gladdi þjálfarann í dag? Góð kontról í fyrri leik og skorum 2 gott mark, vorum svona fínir bæði með boltan og líka án boltan í dag. Mér finnst svona skref fram á varnarlega miðað við síðasta leik og það er alltaf svona markmið að reyna að bæta framistöðu úr síðasta leik í næsta. Talar svona framistöðuna varnarlega, mjög góð heilt yfir, pirrandi að fá sig þá mark miðað við framistöðuna. Ég verð að segja við strákarna, ég ætla að vera gráharður bíðandi eftir clean sheetum, en við erum að leggja mikla vinnu í því og við ætlum að halda áfram. Þurfum að hafa meiri fyrir hlutina og meiri innistæði og þú fær þennan innistæði bara á æfingasvæði og við ætlum bara að halda áfram með það. Hvar finnst þér ennþá þurfa að bæta spilmennskuna svona fyrir framhaldið? Bara til að vera enn meiri stabilir í hlutina sem við erum að gera, bæði sóknarlega og varnarlega. Við erum aðeins búin að breyta leikstíl frá í fyrra og það tekur alltaf sitt tíma til að svona þetta smetla alveg frá A til Ö. Annars líka erum svona með nokkra leikmenn sem eru að koma tilbaka úr meiðsli og svoleiðis sem kannski ekki á sama dampinu eins og hinni sko, en við erum að leggja harða okkur allan tíman og mér finnst svona allan veturinn og núna líka þegar sumar var að byrja og tímabil, við erum að bæta okkur og með nokkrum prósentum, ekki mörgum, og við erum bara að halda áfram með það, leggja harda okkur og vera bara klárir í næsta leikirinn. Mér langar að spyrja út í Stefán Gísla sem þið fengu núna í vikunni, svona hlutverki hans hjá Val í sumar, verður hann lánaður eða mun hann spila hjá ykkur? Nei, bara eins og staðinn núna, bara hann náði eina æfingu með okkur í gær og við viljum bara aðeins að láta hann koma aðeins inn í hlutina hjá okkur. Stefán er svona efnilegur strákur, ungur, sem passar svona inn í hvernig við erum að vinna hlutina síðan í janúar, hvernig við erum að plana fyrir lengri tíma og taka ákvörðun út frá því og hann passar mjög vel inn í þetta. Ætlarðu að gera eitthvað áður en glugginn lokar meira? Er hópurinn lokaður? Maður veist aldrei, fótbolti eða svona gluggi er alltaf svona lífandi, þú veist aldrei ef kemur eitthvað upp að einhver leikmenn fara eða kemur kannski eitthvað á borðinu sem þú getur ekki segja neitt, þannig það er ekkert að loka neitt fram á síðasta stundi.